Mig langar svolítið að svona fyrir þá sem hafa ekki séð og þá kannski geturðu sagt mér aðeins þetta. Svona, hvað var til þess? Það var einhver faðir sem að sendi þér, er það ekki, sögu Jú, tveggja drengja. jú. Hvað var, geturðu sagt mér svona í stuttu máli? Já, ég get það. Þetta er auðvitað ótrúlega sláandi og sorgleg saga. Það var þannig að fyrir einhverjum vikum að þá skrifaði ég grein það að þá voru svona margir sem að ég vissi til sem voru að deyja úr fíknisjúkdómnum og hefur reyndar verið óvenju mikið dauðsföll að undanförnu. Mhm. Og Ásgeir Gíslason hafði þá samband við mig þann dag og vildi fá að hitta mig. Hann var þá reyndar út á sjó og við gátum ekki tala saman þá, Mhm. en hann vildi endilega hitta mig þegar hann kæmi í land og sagði mér svona að hann hefði svolítið sláandi sögu að segja mér sem hann vildi fá að rekja fyrir mér undir 4 augu. Mm. Og við hittumst núna á dögunum þegar hann var komin í land, ætla sé ekki 2 vikur síðan eða eitthvað sem við hittumst og þá sem sagt í raun og veru var hann að segja mér þessa frásögn og biðja mig að koma inn á framfæri vegna þess að hann treysti sér ekki til þess sjálfur eða fjölskyldans. Já. Og þá var það þannig að 9. ágúst síðastliðinn þá dó sonur hans, Jón Kjartan, Mhm. í íbúð sinni í Kópavogi Já. og öllum merki bentu til þess að þetta hefði verið ofskömmtun vímuefna, lyfja. Já. Og eins og gerist þegar að svona kemur upp að þá eru þetta hringt í lögreglu og sjúkralið og bráðaliða og það fara allir á vettvang og eru þetta þar í eitthvað tíma að vinna. Sindri Geir, yngri bróðir Jón Kjartans og sonur Ásgeirs, bjó líka í íbúðinni þarna þegar þetta var Mhm. og hann vildi vera áfram í íbúðinni eftir að lögregla og bráðalegar hurfu af vettvangi. Já. Fjölskyldans vildi nú kannski frekar að hann færi eitthvað annað en hann vildi bara vera þarna áfram og það varð úr. Mm. Og svo fór fjölskylduna að undra það að það náðist ekki samband við Sindra Geir Nei. og þá var lögregla aftur kölluð á vettvangi í þetta sama hús í Kópavogi og þar kemur lögregla og fylgdarliðið allt bráðaliðarnir að Sindra Geir látnum líka. Já. Hann hafði líka dáið þá úr ofneyslu efna, lyfja. Öll ummerki bentu til þess að það væri þannig en ekki viljaverk eða neitt þess áttar. Þannig að synir Ásgeirs, 2, sikkur megin við 30, annar fættur 1990 og hinn 97. Þeir deyja með 12 klukkustunda millibili í sömu íbúð úr sama fíknisjúkdómnum á sama sólarhringnum og þetta eru þetta bara eins sorglegt og átakalegt og það verður. Hræðilegt. Já. Og er vitað ekki það skipti neinu máli en voru þetta læknalyf eða þetta... Já, það er það sem að menn halda að mér skilst að hafi verið reyndin og eins og ég segi þá kannski hélt fólk fyrst að það geti kannski þegar svona ofskömmtun lyfja þá fara auðvitað vangaveltur það hvort þetta sé viljandi eða ekki og Já. það er öll ummerki á vettvangi sem benda til þess að í hvoru tilfellinu hafi þetta verið viljaverk. Og það svona á eftir að koma alveg endalega út úr krupningu en öll ummerki á vettvangi benda bara ofur einfallega í þessa átt og Já. það er allir sem hafa talað við fjölskylduna að mér skilst þetta samferður að þetta hafi verið málið. Þeir höfðu báðir átt við vímuefnavanda að stríða. Já. Jón Kjartan hafði farið í meðferð seint á síðasta ári Já. og náði sér ekki alveg á strik. Það varði eitthvað smá bið á því að hann kæmist í áframhaldandi meðferð út af plássleysi og hann féll og náði sér ekki alveg á strik aftur. Fjall meðan hann var að bíða eftir að fá... Ég veit svo sem ekki alveg nákvæmlega hvernig það var. Ég held að þetta sé nú þannig að það er auðvitað bara þannig í öllu meðferðarstarfi hjá öllum meðferðarstöðunum og þá er auðvitað verið að forgangsraða og allt þetta og fjölskyldan er nú mjög það að benda mig skýrt á það að þau eru ekkert að kenna neinum þetta er auðvitað ekki og allra sístu auðvitað þeim sem er að reyna að hjálpa fólki í þessum vanda. Það er ekki hægt að beina sökinni þangað. Sökinni miklu frekar hjá okkur sem að stýrum fjárveitingum í þennan málaflokk heldur en til meðferðarstöðana. En allavega hann náði sér ekki á strik og deyr svo þarna í ágúst og Sindri Geir hafði margoft reynt að ná sér í bata líka. Hann átti 2 mjög ung börn sko og þau auðvitað þá alast upp í það að fá að geta hitta pappa sinn framar
og hann var búinn að gera mjög mikið til þess að reyna að vera edrú fyrir fjölskylduna sína og börnin sín, veit ég. Alveg ítrekkað að reyna en þetta bara svo flókin og þungur sjúkdómur. Það getur verið svo erfitt að ná sér á strik og stundum koma svona tímabil hjá fólki þar sem að allt einhvern veginn læst og svo allt í einu kannski námenn patanum en því miður það var það þannig með hann náði því ekki. Og hann var ekki orðinn 30. Nei, hann var tæplega 30 hann Sindri Geir og Jón Kjartan var rúmlega 30. Þannig að þetta auðvitað bara 2 ungir menn sem áttuðu framtíðina fyrir sér. Áttu allt gott skilið eins og við öll. Góðir drengir, elska þeirra fjölskyldunni sinni og þeir voru bara fastir í viðjum fíknar eins og gerist og því miður það nú bara staðreyndin að fólk deyr því miður í stórum stíl á Íslandi úr þessum sjúkdómi þó það gangi svolítið hægt að opna augu fólks fyrir því og Ásgeir Gíslason, pabbi þeirra og reyndar systur þeirra líka, þeim finnst bara ótrúlega mikið þó að þau treysti sér ekki ennþá til þess að vera í viðtölum eða segja frá, þá finnst þeim mikilvægt að þetta sé rætt. Já. Þeim finnst það gríðarlega mikilvægt að fólk viti að þessi sjúkdómur, fíknisjúkdómurinn, hann að leggja velli ungt fólk, gott fólk, sem var bara að reyna að lifa eðlulegu lífi en með þessa veiki í sér. Já. Og þau vilja bara samfélagi ræði þetta. Já. Þetta bara það sem að gerast. Og hvað ætlum við að gera í því? Hvernig ætlum við að bregðast við? Akkur erum við svona tilbúin til þess að vera fljóta á vettvang þegar þarf sem auðvitað bara frábært þegar þarf að bjarga byggð og reisa varnargarða. Akkur reisum við ekki varnargarða utan þetta fólk. Akkur eru svona fljót til þegar verða umferðarslys en þegjum þegar þetta eru auðvitað ekkert annað en slys. Þetta eru bara 2 banaslys sem verða þarna í þessar íbúð í Kópavoginum á sama sólarhringnum. Hugsaðu ef þetta væri nú þannig að þessi 2 ungu menn eða einhverjir aðrir ungi menn hefðu dáið á sömu gatnamótunum með 12 klukkustunda millibili. Geturðu ímyndað þér hvernig umræðan í samfélaginu væri? Geturðu ímyndað þér það? Það væri allt vitlaust. Já,